Já, Kári, 9 marka tap í eiginu dag. Getur ekki átt von á þessu? Nei, ég svona kannski bjóst ekki við því að við myndum tapa þessu svona stórt. Mér fannst við bara vera undir pari eiginlega á öllum sviðum í dag. Þó við höfum bara verið 4 metri í hálfleik, þá var fyrri hálfleikur ekkert vel leikinn okkar hálfleik heldur. Þannig að það var bara margt sem við getum gert mun betur og sérstaklega kannski svona leikleiðin og baráttan og stemningin sem að svona bara verður ekki nógu mikil. Kom þér eitthvað óvart í leikibjóð? Nei, ég bjóst við með þessari 7 og 6 og við hendum boltanum held ég nála 10 sinnum yfir völlinn og náum ekki að refsa. Það sem að hérna við erum á lengi að reagera og skjóta í stangir og markmaður að komast inn í, þannig að hérna hefðum við náða því í gegn og við erum með einhver 8 eða 9 stangaskot úr hornum eða upplögt ekki verið þar bara frá forgörðum, þannig að eins og segi það er ekkert brjálæði sem kemur á óvart hjá þeim en ég bjóð bara með hörku lið. Þið missið gríðarlega mikið fyrir tímabilið og hafa kannski ekki náða að fylla upp í þau skor nú vel? Nei, við sem vorum með mikla breytt, þannig að við gátum bara kannski hort fram á það að hérna þegar yngri leikmenn myndu taka stærra hlutverk og kannski breytin öllítið minni en við erum með flotta handboltamenn og hérna auðvitað eru margir öflugir leikmenn farnir, ég held að þessi 5 eða 6 leikmenn úr byrjunarliði sem eru farnir á milli tímabila, það tekur tíma að svona finna taktin úr því. Þeir eru ekki að missa gríðarlega karaktera líka, ekki bara góða leikmenn heldur líka góða karaktera innan hópsins? Jú, þær voru flotti karakterar, allar þessar sem voru farnar og nú þurfa bara næstu að stíga upp, það eru leiðtogar í liðinu og miklu karakterar innan hópsins og það er bara, ég hef engar áhyggjur öðru en að þær stíga upp allar. Hvernig svona lítur á tímabilið? Ertu bjartsýnn? Já, ég er bjartsýnn eðli þó ég sé tiltölulega sarsýtt núna í Augnabækinu. Ég verð fljótur að ná mér niður í þessu kvöld og ég held að þetta verði bara lærdómsríkt og skemmtilegt tímabil sem hefur mikið að tækifærum í för með sér fyrir okkur, bæði einstaka leikmenn og líka tækifæri fyrir mig sem þjálfara. Þetta er annað kannski veruleiki heldur en hefur undanfarið 2-3 ára. Við verðum kannski svona að hérna berjast meira og það er bara spennandi. Hvernig finnst þér að deildin hafi verið núna lækkunir í 8 lið og 4 úrslitakeppni? Mér finnst það bara afbragð. Ég hef talað fyrir þessu töluverðan tíma og hérna þetta verður því að deildin er gríðarlega krefjandi fyrir okkur að eiga við og kannski að maður að skjóta sig í baki með þessu en hérna eins og segi, ég held að þetta sé gott fyrir handboltann. Það eru fleiri svona leikir sem að, já þessi finnur þetta með 10, fleiri leikir á milli liða sem er að svipaða getu, þannig ég vona bara að þetta verði handboltanum til góða. Takk fyrir. Er það ekki bara?